Já, Ríkisendurskoðun sendi frá sér skýrslu daginn heilbrigðiskerfið okkar og komst að því að það var allt í messi og það svo sem verið fréttir af því undanfarið en síðan komu formenn svona fagstéttanna með yfirlýsingu að þarna væri ekkert sem að kæmi sér óvart. Það hefur verið margbúið að benda á þetta. Það sendu frá sér yfirlýsingu Helga Rósa Másdóttir sem formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, Sandra B. Franks sem formaður Sjúkraliðafélags Íslands og Steinunn Þórðardóttir formaður Læknafélagsins og Unnur Berglind Friðriksdóttir formaður Ljósmæðrafélagsins og þær eru hingað komnar þær síðast nefndu, Unnur Berglind og Steinunn. Verið velkomnar. Við höfum nú sagt að við rauðaborðið að við tókum undir með það sem við vorum að segja því að við höfum fengið mikið af fagfólki hingað til þess að fjalla heilbrigðiskerfið og okkar upplifun var það sem að þið voruð eiginlega að segja að ekkert sem að koma fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar þetta koma neinum óvart. Þetta búið að liggja fyrir árum saman. Já, þetta búið að liggja lengi fyrir og eins og með Ljósmæðrafélagi það var árið 2006-2007 sem við fórum fyrst að benda á það að það væri stórir hópar af ljósmæðrum að fara á eftirlaun og það þyrfti að mennta fleiri ljósmæður og við þyrftum fleiri ljósmæður til framtíðan en það hefur ekki gerst. En það þannig að þarf að mennta fleiri ljósmæður eða það þannig að ljósmæður sem eru menntaðar að þær eru ekki í starfinu heldur eru flugfreyjur á WOW eins og það sagt á sínum tíma? Nei, ég held að það sé ekki margar ljósmæður sem eru flugfreyjur. Ég veit ekki til þess að segja nein. Við erum svolítið að endast í starfi. Það vantar bara að mennta fleiri? Það vantar að mennta fleiri en svo þurfum við líka að halda í fleiri af því að við erum að missa allt og margar út í veikindi. Þær eru bara að brenna út og bara gefast upp. Sem þá kannski þegar bara álagstengt. Á 60-aldur og þá þetta var nú stjórnvöld fjallaði myndaði sambandi við sjúkraliða fyrir nokkrum árum. Að það var mikil örorka sem var þegar sjúkraliða komnir á svona 60-aldur. Það var líka við ljósmæður. Já, ég hef verið að biðja veikindatölur árlega hjá Landspítalanum og tímabili voru við með alveg 25% veikindi. En þarna ekki gerðið greinamunur á langtíma og skammtíma veikindum. En það rosalega erfitt að reka fyrirtæki með 25% veikindi. Og það út af því að vinnuaðstæður eru óbærilegar? Já, það mjög mikið álag og við erum sérst búin að gera könnun núna 2 ár í röð, bæði í janúar 24 og aftur núna 25. Þar sem að stór hluti ljósmæðra að hugsa að leita sér annarri vinnu og 90% þeirra, og yfir 90% þeirra sem í vaktavinnu finnst öryggis og skjólstæðinga ógnað af því að þeir bara ráði ekki og þeir hafa ekki yfirsýn yfir störfi sína því álagið á mikið og þetta ekkert ásættanlegt. Það vegna þess að það tekst ekki að manni í stöðurnar og þess að verið að keyra þetta á undirmönnun allar vaktir? Og svo bætast náttúrulega 25% veikindi við, þannig að ef ég mæti á vaktinu og halda sig 3 á vaktinu þá verður bara kannski 1. Ég veit ekki hvernig þeir finna út þetta mönnunamódel og hvernig mönnunarþörfin metin af því að staðan í dag þannig að það ekki hægt að telja fjölda fæðinga og þá þarftu svona marga ljósmæður af því að fyrir hverja konu sem gengur í gegnum meðgöngu, fæðingu og sængulegu þarf að vinna miklu fleiri verk heldur en var bara þegar ég kláraði fyrir 20 árum síðan. Þannig að, hvað segirðu? Á hverju? Kröfurnar eru meiri og það eru ætla sé ekki líka, það eru veikari konur sem eru ólítar í dag sem að kannski gáta ekki að vera ólítar fyrr en það eru líka meiri kröfur og meiri þekking og við getum gert meira í dag. En ljósmæðrum ekki fjölgað? Nei. Mögulega fækkað? Já, ég held það. En við erum líka, það virðist vera að það sé fullmannað og þær eru ekki að fá stöður en það samt ekki atvinnuleysi hjá ljósmæður. Steinunn, Ríkisendurskoðun segir vanti 30 lækna, það ekki frekar lítið það? Jú, það frekar lítið. Þetta skrýtna tölur að svo vantaði næstu 400 sjúkraliða, það bara 30 lækna? Einmitt og eftir sem ég best veit þá ekki einmitt tilneitt mönnunarmódel fyrir lækna heldur. Þannig að ég veit ekki alveg hvaðan þessi tala kemur vegna þess að til þess að geta metið sem svo okkur vanti 30 lækna þá þarf þetta að vera til staðar eitthvað mönnunarmódel. Og ég held einmitt eins og kom reynda líka fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar að það sé hort á stöðu gildi sem fjárveiting fyrir eða eitthvað slíkt en ekki hvað við raunverulega þurfum út frá þjónustunni.
og þessum faglegu forsendum og þetta eitt af því sem við vorum með að benda á í þessari yfirlýsingu okkar að auðvitað þarf að horfa á mönnun fyrst og fremst út frá því hvað þurfa okkar skjólstæðingar, hvaða þjónustu þurfa landsmenn að fá frá fagfólki, ekki bara hvað ákveðið að veita fjárveitingu í mörg stöðugildi algjörlega óháð þörf eins og virðist svolítið vera því miður að koma í ljós út frá þessari skýrslu og ekkert sem kemur okkur beinlínis á óvart sem við höfum verið að fylgjast með þessu lengi. En þú ert á því að það vanti miklu fleiri lækna heldur en 30? Það vantar miklu fleiri lækna heldur en 30. Við sjáum það líka bara frá því sem við heyrum frá okkar félagsmönnum króníska undirmönnun og það er að safnast upp hjá fólki til dæmis gríðarleg frítaka sem það bara næri ekkert að taka út. Það eru hundruður, jafnvel þúsundir klukkutíma sem fólk á inni í óúttekið frí og það segir mér náttúrulega ýmislegt. Óúttekið frí, það bara svona eins og sumarliði á venjulegu fólki eða þannig að ef þið vinnið óvinni mikið þá fáið þið frí á móti, það ekki svoleiðis? Já, þetta svona frí á móti vöktum. Þannig að maður safnar upp frítökurétti fyrir ákveðna vakt. Meira frí áttu inni því sem er ver mannað og þú þarft að taka fleiri vaktir og þá hlæðst bara upp hjá þau frí, eða ekki? Akkurat, jú, það gerir það og fólk er sérst að hlaupa gríðarlega hratt. Það er að safna upp þessu fríi, það er aldrei svigrúm til að taka það út, þannig að það er jafnvel að safna upp allt að einhverjum þúsundum tíma. Við vitum dæmi slíkt. Og það er aldrei svigrúm til þess að hleypa þessu fólki í það að taka þetta út og þetta er náttúrulega auðvitað frá vinnuverndarsjónarmiði algjörlega galið en þetta segir okkur líka hversu mikill skorturinn er og ef maður horfir, þessi skýrsla var auðvitað fyrst og fremst Landspítalann en ef þú horfir á landið allt þá vant alveg gríðarlegan fjölda lækna, ekki hvað síst í heilsugæsluna en eins og ég hef minnst á áður varðandi Landspítalann þá vitum við að Landspítalinn misti á einu bretti 10 geðlækna inn í heilsugæsluna. Þar kom bara samkeppni þeirra starfskrafta og fólk var lúið og það vildi breyta starfsvettvang. Það er það sem ég heyri frá fólki og það var einhvern veginn ekki bætt upp með nokkrum hætti þannig að það heldur bara áfram óbreytt starfsemi inn á geðdeild þó að allt í hennu hafi 10 manns gengið út. Og 10 lækna farnir á deildinni? Já. Og þannig að deildónum, þannig að það er ekki tilneitt sem heitir hámarksfjöldi skjólstæðinga á lækni eða neitt slíkt. Og við hefum verið að kalla eftir þessu mjög lengi og ég menn þetta er augljóst öryggisatriði. Efling fekk svoleiðis inn í samningarnir sína hjúkrunarheimili. Já. Að það væri bara skilyrði fyrir að þeir þyrfti að vera svona margir á vaktinni. Já. Hafið þið fengið svoleiðis? Við hefum ekki fengið það, nei. Okkur ekki? Já, það hefur ekki verið vilji fyrir því. Það hefur verið reynt, það fékkst ekki í gegn. Við hefum reynt ýmislegt í okkar samningum, svo það sé sagt, og ekki núna í síðustu samningum þá fengum við inn ákveðna kvöðum það að heilbrigðisráðuneytið færi í að skoða mönnunarmál lækna og reyna að gera spá til framtíðar þörf og mér finnst það bara mjög sérkennilegt að við sem stéttarfélag þurfum að fá þetta í gegn í okkar samningum. Mér finnst mjög eðlilegt að heilbrigðisráðuneytið hafi þessa þekkingu og þá á ég ekki bara við lækna heldur allar heilbrigðisstéttir eins og Unnur Berglind er að segja. Ég meina okkur vantar ljósmæður, það hefur ekki verið brugðist við hérna í hvað að verða 20 ár og maður hugsa, ég meina það er ekki að gera þessa grunnútreikninga, hvað þarf þetta land mikið af þessum heilbrigðisstéttum og hvað þurfum að mennta marga? En Unnur segir að vanti að mennta ljósmæður, það þurfum við að mennta fleiri lækna eða eru læknarnir okkar eitthvað stærri í útlöndum eða? Við þurfum að mennta fleiri lækna. Við erum búin að gera mannafla spá læknafélagi sem hefur verið dregin í efa líka stjórnsýslunni vegna sem kemur frá stéttarfélagi en það vantar mannafla spá frá stjórnsýslunni sjálfri þannig að þetta er það eina sem við höfum átt og við börðumst fyrir því að fjölga læknum í læknadeild eða læknanemum út frá þessari spá og sem betur fyrir þá fékkst það í gegn á síðasta kjörtímabili að fjölga í þrepum í læknadeild og við vonum að þau loforð muni standast. Við erum ekki komin alla leið, þetta að fara upp í 90. Ég held að við séum í 75 núna. Við séum komin þangað. En svo faraði Íslendingar til Búlgaríu þegar ekki að læra lensveið? Núna er Slóvakía vinsælust. Já. Og það fólk, það er gríðarlega eftirspurn eftir þeirra starfskröftum. Þau eru til Íslands okkur sárvantar þetta fólk og það er í rauninni vegna þess að fólk íslenskir nemar fór að sækja þangað til annara landa til að mennta sig sem að kerfið okkar er ekki algjörlega hliðinni. Þess að það hafa verið að koma tugir lækna frá Slóvakíu, Ungverjalandi og víðar að. En þetta fólk er ekki einu sinni með allt námið sitt námslána hæft. Þannig að það þarf að taka bankalán til þess að eiga efni á öllu náminu. Þannig að það situr svo innilega ekki við sama borð eins og þeir sem læra hérna heima. Og það hefur ekki verið vilji hjá stjórnvöldum enn sem komið til þess að létta undir með þessum hóp sem ég finnst mjög miður vegna svo okkur vantar þau. En getur ekki bara flutt inn lækna og ljósmæður?
Ég sá heimildamyndum hjúkrunarfræðinga í Nígeríu og það var mynd af, voru útskrifaðir held ég svona 90 hjúkrunarfræðingar. Ári eftir var ein þeirra störfum í Nígeríu. Allar hinnar höfðu verið sogaðar til Vesturlanda sem að vantaði svo mikið hjúkrunarfræðinga. Þannig að þetta vandamál er búið að vera á Vesturlöndum áratugum saman. Mér finnst ekki að við getum gert það. Nei. Við þurfum að vera sjálfum okkur nú og mennta okkar fólk hér. Við höfum ekki að vera að taka frá öðru löndum þar sem er líka skortur. Já, ég er bara að vísa á þetta er vandamál alls staðar í heiminum að ríku löndin eru að soga menntaða heilbrigðisstarfsmennina úr fátækralöndum. Og þetta er mjög vel menntað og gott fólk og hæft starfsfólk en við verðum líka að sýna þá samfélagslegu ábyrgð að leyfa þeim að starfa í sínu heimalandi. Ég tek innilega undir það og það er mjög mikil umræða alþjóðlega í alþjóðasamtökum heilbrigðisstétta að þetta að það þarf að vera ákveð siðferði í því að ráða fólk og einmitt að Vesturlönd séu soga frá löndum sem eru nú þegar mun verðmannuð er ótrúlega en búið að viðgangast áratugum saman. Það hefur gert það og akkurat þetta sem þú ert að lýsa Afríkuríkin ekki hvað síst er alveg ótrúlega illa stödd hvað varðar heilbrigðisstarfsfólk og við eigum bara að geta séð okkur sjálf, það er ekki spurning. En hvar liggur vandaði stundum er umræðan eins og að Landspítalinn er bara svo illa rekin. Er það vandamálið? Sko, á ég að byrja eða? ég held að ég get ekki tekið undir það. Þú kannast við þetta. Ég kannast við þessa umræðu. Ég er ekki að semja þetta. Akkurat, og þetta er það sem okkur er gjarnan sagt. Þegar við erum til dæmis að benda á það að Ísland eða stjórnvöld hér er að eyða hlutfallslega litlu af vergri landsframleiðslu í heilbrigðiskerfið, svona ef maður horfir á meðaltal annar ríkja og við erum töluvert undir OECD og annað, að þá er einhvern veginn kemur alltaf á móti, náttúrulega í fyrsta lega það sé slæmi mælikvarði, við höfum ekki marga aðra og svo líka það sé bara svo mikil sóun í kerfinu, það vantir raun ekki peninga, en ég hef aldrei nokkuð tímann heyrt alvöru rök bara í rauninni lagt á borðið nákvæmlega hvað áttu við með þessari sóun, hvar er hún? Auðvitað er eitthvað sóun, það er augljóst, ég meina það er alltaf hægt að gera hluti betur, það er hægt að strömlínulega og ég er alveg vissum við getum sparað, en ég held að við verðum að gera það og við þurfum líka að fá meiri fjárveitingar inn í þetta kerfi, okkur vantar peninga og ég held að það sé það sem við erum að fara að komast að. Nýr heilbrigðisráðherra talar það að mögulega þurfum meiri peninga, það þurfi að skoða þetta, ég er bara algjörlega sammála því, en það þarf að gerast hratt. Mér fannst hún verið að kalla eftir svona einhverjum aðgerðum frekar en peningum. Hún sagði að þetta er eins og þið, þetta er löngu komið ljós, við þurfum ekki að gera nýja úttekt, að vita hvað er vandamálið. En mér fannst það samt hljómaði henni eins og hún var að tala nær því sem ég var að orða núna, að það væri bara eitthvað að stjórnuninni á spítalunum. Ég held að sé mjög erfitt að reka sjúkrahús sem á að sinna öllum landsmönnum og líka vera stærsta eða eitt stærsta hjúkrunarheimili landsins og það hefur bara... Það er erfitt að vera samt að gera það. Já, og ég held eins og ég segi að það er ekki fjárveitingar fyrir rekstrinum eins og hann er í dag, vegna þess að það er bara, það hlaðast þarna upp verkefni sem eiga heima annar staðar án þess að þau séu bætt. Þannig að það er á minnstakosti ekki mínu upplifun að sjúkrahúsi, ég verð ekki verið með mikla sóun innan veggja sjúkrahúsins, auðvitað er hægt að gera eins og segja hluti betur og strömlínulega ferla og annað. Ég vissum að við gætum gert það betur. Kannski var þetta að spara pening með því að manna almennilega, þannig að það sé ekki allir á yfirtíð. Já. Það er reitt, það er klárlega eitthvað sem þurfti bara reikn út og ég efast ekki að það reiknistæmi kemi betur út. Við fórum að minni betri vinnutíma þar sem átt að þvinga fólk til þess að auka vissi vinnupróstum með svona gulrót sem hétt vaktakvatti og ég veit alveg með ljósmæður og hjúkrunarfræðinga og sjúkraliðana líka þau juku sína starfsprósentu til þess að eiga möguleika á þessum vaktakvata sem var svona umbun fyrir að vinna fjölbreytta vaktir. Að þetta er bara svo ómanneskilegt umhverfi að ætlast til þess að fólk sé að vinna í 90-100% vinnu til þess að fá eitthvað 10% álag á launin sín og vera að rúlla á alls konar vöktum, að fólk hefur svolítið gefist upp á þessu, fólk er að fara tilbaka, fólk er að minna lægrist prósentu og En ég aftur marga vinnustundur það ekki, það bara er hagkvæmara fyrir mig að vera með 50% ljósmóður og taka svo aukavættir. Já, sko, það er hagkvæmara að vera í, þú veist, fólk er ekki að treysta sér til þess að vinna á fyrirfram skipulögðum vöktum og eins og ég heyri í mínum kollegum að þær vilja frekar vera í 60-70% vinnu, hafa stjórn á því hvenær þær vinna svo hitt, af því að það er stöðugt verið að biðja aukavaktir, það vantar alltaf.
á svona fullmönnuðum spítalum þar sem að deildin fullmönnuð og þar vantar alltaf og það alltaf að vera kvappi fólki að vera á aukavöktum. En með því að vera í minni vinnuprófstu, taka svo aukavaktir, að þá stjórnaður meira sínu vinnutíma. Hitt alltaf mikið. Þannig að samningarnir svo eru gerðir til þess að ná utanum þetta, að það var ákveð vandamál að fólk var skráð í hlutastarf og en vann hins vegar fullt starf kannski. Já. Að það var reynt að ná utanum það. Já. En það var bara, það kerfi var eiginlega, það vildi ekki vinna við þetta. Nei, þetta alltaf mikið álag að vera, fólk bara treysti sér ekki til þess að vera í 90-100% vaktavinnu á rúllandi vöktum. Af því það svo mikið álag að vera á rúllandi vöktum. En nú myndi ég búast að þið myndu báðar halda þið fram að ein leiðin til þess að laga mönnuna verði bara að borga betur. Það verið bara manneskjulegri starfsumhverfi. En það var, þið fóruð í gegnum 2 erfiða samninga og verkvöll og fenguð mikla kjarabætur. Ég man eftir því, það voru eiginlega bara kosningar sem snerust eiginlega að bæta laun lækna. Kom var það 2016 eða 17 sem kom bara ansi góði samningar. 2015. Nú bara stutt síðan og sama vandamál komið bættur. Hvað það til ráða? Ef þú ekki að borga hærri laun? Við náttúrulega náðum töluverðum árangri í nýjustu kjarasamningunum okkar núna í nóvember að ná allan fram betri vinnutíma fyrir lækna og það var þrautin þyngri. Það var ekki vilji fyrir því þó að allar aðrar heilbrigðisstéttir fyrir utanenda lyfjafræðinga væri komna með betri vinnutíma fyrir töluvert löngu. En eykur það ekki vandanum við mönnuna þegar þið fengu betri vinnutíma? Það gerir það auðvitað á vissan hátt en þá allan fer vandinn kannski meira yfir á þá sem stjórna kerfinu en ekki á læknana sjálfa. Þú veist, þá búið að setja ákveðna bremsu á álagið okkur og ef þú ætlar að kaupa okkur meira heldur en þetta, þá kostar það yfirvinnu. Þannig að við höfum... Það er rauninni dýra fyrir kerfið að ætla að píska okkur út, þannig að við vorum náttúrulega að reyna að setja okkur þá þeim megin borðsins að við hefðum ykkur á stjórn á aðstæðum, því að það var í raun hægt að píska læknum óendanlega út hérna áður. Og ég starfaði sem sérfræðilæknir lengi á Landspítalanum og þar maður í 40 tíma vinnuviku og vaktum ofan á það ef maður í 100% vinnu. Þannig að 100% vinnu er aldrei 40 tímar, alltaf miklu meira. Með betri vinnutíma þá breytist það. Nú telst allt inn í þessa 36 tíma, líka vaktirnar okkar ef við erum í húsinu þar að segja. Þannig að það er líka mikið framfaraskref fyrir okkur og vinnuverndarskref. Og það sem við erum að fara að gera núna, og þetta er líka frumkvæði félagsins, að við erum að kanna hug lækna erlendis til þess að flytja heim aftur, til þess að reyna einmitt að bæta mönnunina og erum að vonast til þess að þessi samningar sem eru vinnuverndarsamningar og setja ákveðna bremsu á þetta óstjórnlega aðgengi sem að vinnuveitandinn hafði að okkur áður, að það muni vera aðlaðandi fyrir fólk. Og við settum þess að það verkefni inn í kjarasamningin að það verði farið í svona verkefni að hitta fólk á Norðurlöndunum, heyriði hljóðið, kanna hvað þarf til, kynna því þennan nýja samning og vonast þá til þess að fólk sjáu hagi í því að flytja heim í meira mæli. En samningarnir ykkar sem að ég gera fyrir minni vinnu, en það er ekkert fleiri læknar og þegar þú færð af deildinni að þú skilur ekki bara deildinni eftir mannlausa. Nákvæmlega. Og ég sem forstjóri að ég fæði til þess að koma og þú bara færið hærri laun. Ég býst við að einhverju sem að tala um skulda fólki sem kemur á Slóvakíu, þykki það. Já. En til lengdara þá er það ekki alveg þannig að sé að kaupa fólk alltaf til bara frá fjölskyldunni og bara öllu lífi. En við erum ekki að vinna meira en við gerðum fyrir. Við erum að vinna þá svipa mikið. Þið vinna nú mikið fyrir. Já, en nú fáum við meira því yfirvinnu. Þannig að við fáum betur borga fyrir þetta og þá sem í kjölfarið þá vonandi vilja fleiri koma inn og það er náttúrulega langtíma hugsunin. Við viljum manna betur, við þurfum að vera með samninga sem eru aðlaðandi. Þeir voru það ekki, starfsumhverfi var það ekki. Eftir að við fengum betri vinnutíma þá vonustu til þess að við fáum fleiri lækna inn í kerfið og þeir líka endist betur. En þess að við vorum að sjá alveg svo unnur að segja að langtímaveikindi og veikindi lækna voru aukast sem er alveg nýtt. Það hefur alltaf verið í algjöru lágmarki hjá læknum en við vorum að sjá það skríða hægt og rjúlega upp. Okkar sjúkrasjóðir voru bara í vandræðum, læknafélagsins. Þannig að það þurfti að gera eitthvað. Og þetta verður auðvitað krefjandi til að byrja með vegna þess að, eins og þú segir, það kom ekki nýju læknar þannig bara leið og samningurinn gekk í gildi. En við erum að kortleggja en hóp hann er stór. Það verður rekstur spítalans verri á meðan. Hann verður það. Þannig að launakostnaður bara hækkar. Já, en þá er að minnsta kosti að vera að borga fólk eðlilega fyrir vinnuna sem það er raunverulega að leggja mörkum. En þess að ég segi, við vorum að vinna gríðarlega mikla vinnu og höfðum enga stjórn á því hversu mikil hún var. Nú get ég líka sagt nei við yfirvinnu. Ekki það við gerum það auðvitað ekki, því eins og þú segir, við hlaupum ekkert frá okkar skildum, þetta er ekki þannig starf. En það er að minnsta kosti... Það getur samt verið þannig að það kannski ætti að vera 2 á vakt og það er bara 1.
Það er það sem að fólk að kvarta yfir, það séu og fáir bara. Það er mjög og þá við ykkur líka, ekki? Já. Og það er svo erfitt að lýsa hvernig er að vera á vaktinni og þú ert hlaupandi í 8 tíma og þér finnst þú ekki að hafa yfirsýn yfir allt sem þú átt að gera. Þá ertu farin að upplifa og sért farin að ógna öryggi í skjólstæðinga þína og þú veist, þú kemst ekki á klósettið alla vaktina. Ég tala nú ekki að þú ert ekki að drekka heldur og maður er ekki að fá neitt vöku og þá verður fólk líka svo rosalega þreytt og þetta er bara skemmandi fyrir alla að vinna í þessu starfsumhverfi. Og við fórum nú fram á það í okkar viðræðum að ef það væri einn á vakt sem ætti að vera 2, þá fengi hann 2-fold. Já. Það var nú ekki stemning fyrir því. Nei. En ég meina spítalinn af því hann er vanmannaður læknum og auðvitað öðrum heilbrigðisstéttum og eins og þú segir 30, það er mjög mikið vanmat að mínu mati. Þá ertu líka náttúrulega að spara þessi stöðugildi. Þú ert ekki með þetta fólk í vinnu. Þetta fólk myndi líka kosta peninga. Þannig að þeir sem þó er í vinnu eiga að njóta einhvers góðs af því að það sé þarna ómönnuð stöðugildi. En mögulega kæmi reksturinn á spítalunum betur út ef það væri mannað. Af því þá væru flesti bara á dagvinnu eða bara eðlilegu vaktálagi ekki á ykkur svona... Já, þannig að þá eru búin að koma líka inn með hvata fyrir spítalan að manna betur. Hver á að redda því? Ég meina, spítalinn auglýsir og það bara sækir ínum. Já, þetta er orðið sem er vítarhingur. Fólk er ekki að treysta sér inn í þetta vinnuumhverfi. Það er nýútskrifaðir, þeir sem eru hressir, leiðu fólk fyrir að eldast, að þá fer það að leita í burtu, minka við sér vinnu, af því að þetta er bara svo erfitt. Haldið að þessi yfirstjórnin hugsi líka sem svo að þannig hættu 10 gælanar. Ég ætla ekki að flýta mér að ráða því að ég verði eiginlega að spara, því að hérna á bakinu á mér er sko ráðuneytið og fjármálaráðherra og bara öll ríkisstjórnin sem að fylgist með mér. Þannig að ég... Það er auðvitað freistand að hugsa þannig. Haldið að sé ekki þannig? Jú. Það er búið að vera þrýstingur á sko spítalann að spara. Jú, ég bara tek undir mig unni, maður auðvitað hræddur að það sé þannig. Ég náttúrulega er ekki í stjórn spítalans, þannig ég veit ekki hver raunveruleikinn er, en ég meina auðvitað er þetta sparnaður að manna ekki í stöðugildi og það var meiri sparnaður áður en við fengum betri vinnutíma læknar, þannig að við vorum að reyna að setja þennan þrýsting að manna almennlega. Og það er auðvitað gott fyrir öryggi sjúklinga fyrst og fremst. Auðvitað viljum við halda fólki hér í vinnu og það eins og þú ert að lýsa að það bara brenn ekki út og mingi við sig og hverfi. En við viljum líka að þau sem eru í vinnu séu þannig stödd að þau bara geti sinnt þessu krefjandi verkefnum sem eru heilbrigðis. Þú ert alltaf að keyra svona tæpri mönnun, eins og með ljósmæra það er kannski að vera 10 á vaktinni og það er 1 veik og 10 er alveg lágmarki, það er alltaf að vera að keyra á lágmarkinu, þá þarf alltaf að kalla út aukavakt í staðan fyrir að vera stundum hægt að bara vera kannski aðeins mann og ef það vantar eina þá er ekki verið að kvappa í öllum sem eru í fríi hvort þeir geti komið á aukavakt af því það er líka mjög þreytandi og erfitt þegar átt að vera í fríi að þú ert að fá tölvupósta og skilabóð og símtöl og SMS getur komið á vakt. Þá er alltaf verið að kippa fólki aftur inn í vinnu þegar það á að vera heima að hvíla sig á milli vakta. Og ætti að vera betra fyrir spítalan að þau væri heima að hvíla sig? Í raun og veru, já, fyrir alla. Það er ekki gott að vera með langþreytt starfsfólk. Ég talaði einu sinni við hjúkrunarfræðing sem gafst upp á að vinna á bráðaþjónustu eða bráðadeildinni eða slísarstofunni, hvað hún heitir í dag. Hún, eitt af því sem að var þess valdandi hún hætti, var að hún upplýði það að hún gæti ekki þjónað sjúklingunum. Þannig að hún var eiginlega endurinn á öllum þessu sparnaði í kerfinu. Það var hún sem að þurfti að mæta sjúklingunum og raunverulega neita þeim þá þjónustu sem þeir ættu skilið. Af því að hún bara komst ekki yfir það. Og það var það sem að fekk hana bara til þess að hætta. Og ég heldur sé ekki komin inn aftur. En það er líka vont að labba heima vaktinni og vera alveg bara myndi eftir þessu og held ég utan þetta og gati þetta og glimti einhverju og þú veist, þetta er líka svo lýjandi. Og þetta fær fólk til þess að flýja og minka við sig og En þið get ekki redda þessu og yfirstjórn spítalans getur ekki heldur. Hver á að redda þessu? En mér fannst bara af því hún minnist á þetta, það var áhugavert Alma Möller, heilbrigðisráðherra, hefur verið í viðtölum í tengslu við með þessa skýrslu og bent á að það sé mikil innviðaskuld. Hún segir það bara bent út í heilbrigðiskerfinu og nefnir ýmis atriði þar, en meðal annars í stjórnsýslu og hún vil meina að það sé ekki vel mannað, þar að segja að það sé bara fáliðað í heilbrigðisráðuneytinu og þetta sé það stórt og viðamikið batteri að halda utanum að menn séu bara ekki ná að afgreiða málinu og hratt og ég held að ég verði bara að taka innilega undir það. Þetta var fleiri skrifstofumenn í heilbrigðisráðuneytinu? Já, það þarf að... Ég vil hafa fleiri lækna konur. Mundur eða peningunum í bírókratíu. Eða þá að það sé hlusta meira á okkar fagfólkið. Því að við erum alltaf tilbúin að koma inn með okkar sjónamið og okkar afleggingar, okkar reynslu, okkar þekkingu og við gerum það með glöðu geði og
fáum ekki greitt fyrir og það bara allt í góðu. En okkur finnst alltaf lítið tala við okkur og við þurfum virkilega að ganga á eftir því að við séum höfð með í ráðum af því að við erum með helling af góðum hugmyndum. Og kannski, ég veit það ekki, ég heldur ekki inn í því hvort það þarf að manna öðruvísi eða fleiri í heilbrigðisráðuneytinu þegar ég ekki þar starfandi, en það þarf að minnsta kosti að starfa hraðar og skilvirkar heldur það gerir núna, vegna þess að það mjög mikið af breyting sem við þurfum virkilega að fara í sem bara verð ekki og það líða ár inn og út og á meðan erum við bara í súpunni. Ég að tala til dæmis stafræna þjónustu, rafræn kerfi, alls konar vottorðafargan sem að heimilislæknar hafa ítrekka bent á sem algjörlega gali hérlendis og maður hefði haldið að vera einfalt bara að skera á en við bara bíðum og bíðum. Þannig að það eitthvað í stjórnsýslunni sem gengur of hægt. Og við verðum að hoppa á allar þessar einföldu lausnir strax vegna sem við erum bara í þannig ástandi. Því ég rætt við hérna fæstirlunar og mikið heilbrigðismál. Stundum velti ég fyrir mér að þetta fyrirkomulag sem núna eins og með sjúkratryggingar sem á að kaupa heilbrigðisþjónustu og þar að vera þekking á heilbrigðisþjónustunum til þess að geta verið menntaður kaupandi. En hún kannski bara að kaupa af, þetta verður kannski eðlilegt system í Þýskalandi. Það sem eru kannski 40 landspítalar og miklu starra batteri. En hvort að þetta sé ekki of þunglamanlegt kerfi í okkur að við erum með yfirstjórn í landspítalunum, svo sjúkratryggingar er náttúrulega ekki kannski sem með landspítalan, en svo erum við með heilbrigðisráðuneytið sem að í venjulegu landi á kannski við, er að fást við hellingarspíturum og fleira. Má ekki bara sópa þessu svona saman og sturta þessu bara inn í landspítalan og Nei, þið kannist þessu umræðu sem var hérna fyrir ykkur þegar var hérna, hvað hétta svona miðlæg hérna mentastofnun í Reykjavík og þá voru kennararnir og skólastjórarnir að segja við viljum bara fá þetta inn í skólana, við viljum fá 2 stuðugildi hver í staðin fyrir að þessi búið til eitthvað svona miðja þarna sem eiginlega alltaf stór miðað við hvað þetta umlega lítið í okkur. Þannig við ættum bara að vera góðið að reka stofnanir en við getum ekki búið til eitthvað svona einhverja hírakíu af það sem allir að fylgjast með öllum. Þú veist, heilbrigðisráðuneytið á að fylgjast með sjúkratryggingum og sjúkratryggingar eiga að fylgjast með yfirstjórn Landspítalans og yfirstjórn Landspítalans eiga að fylgjast með ykkur og endanum, þú veist, það fjölgar ekki fólkinu sem á gólfinu en það eru bara bírókratían verður alltaf stærri og stærri. Já, náttúrulega sjúkratryggingar eru ekki að fylgjast með Landspítalanum en sjúkratryggingar kaupa í raun og veru þjónustu af heilbrigðisstarfsfólki sem gefur heilbrigðisstarfsfólki tækifæri á að vera sjálfstætt starfandi og það held ég að bara heilbrigðisstarfsfólk, það verður að hafa þetta svigrúm. Þú getur ekki eins og bara með heimaþjónustu ljósmæðra. Sjúkratryggingar kaupa þessa þjónustu af okkur. Við erum að veita alveg frábæra þjónustu í 10 daga eftir fæðingu. En það önnur skýrsla það að sjúkratryggingar get ekki annað því sem eiga að gera vegna þess að hún undirmönnuð. Þannig hún eiginlega getur ekki samið við ykkur af því hún veit eiginlega ekkert hvað þjónustu er að veita. Já, það er alveg eitt batteri en bara þetta, við erum að veita þessa frábæru þjónustu í 10 daga og þessi 10 daga þjónusta, hún er helmingi ódýrari heldur en eitt sólarhringur inn á Landspítala. Þannig að við erum í rauninu, við erum að spara fyrir kerfið með að veita þessa þjónustu og gefa heilbrigðisstarfsfólki auki val á hvar það vinnur sem mann alltaf fyrir sérfræðinga. Þú vilt ekki vera bara fastur í að þurfa að vinna bara á einum stað. Við getum gert þetta án þess að hafa sjúkratryggingar. Við getum bara, heilbrigðisráðuneytið getur verið bara með hálfstagsvinnu við að gera þennan samning. Já. Ég er bara að velta fyrir mig hvort að við séum að búa til of hátimbrað kerfi sem á kannski við miljóna þjóðir að því við erum bara til að fá hérna. Þetta átti náttúrulega að vera fókusari þegar sjúkratryggingar voru stofnar því við vorum upphaflega undir Tryggingastofnun ríkisins og ég held að það hafi nú ekki verið betra batteri heldur sjúkratryggingar eiga við. Þetta er kannski er gaman að reyna að fjalla þetta í framhaldinu vegna þess að það er að búa eiginlega til svolítið nýtt kerfi eða þú veist láta þetta ganga. Það er eitthvað sem að þarf að vera með sín yfir þetta hvert eigi að fara og ég býst við Alma alltaf að bjóða sig fram með það að geta lesið hvað þarf að gera og búa til fjölþæða þetta rannsóknir við að efla menntun og bæta starfsskilyrði og fá ekki fjármagninni til þess að reka Landspítalan að koma honum yfir á hvernig hann sé rekin frá hendi til munns í einhverju panik og neyðar ástandi alla daga sem gengur ekki. Þannig að Og ég held að grundvallar verkefni sé bara að kortleggja kerfið almennilega en þess að það er alveg merkilegt að við vitum ekki hvaða þjónustu þurfa landsmenn og hvað kostar hún og hver á að veita hana.
Nei. Bara þessi grundvallar, það hefur engin svarað þessari grundvallar spurningu. Svo erum við Já, bara meðan við vitum það ekki, þá veit ég ekki hvernig við ætlum að stýra þessu. Og ég er að hugsa sko, við erum með 14 ljósmaður sem útskrifist núna í vor og það er bara sko innan við helmingur þeirra sem er að fá fastráðningu inn á Landspítalanum því það á að vera full mannaðar en það vantar samt 14 ljósmaður. Ég veit ekki hvaðan þessi tala kemur, upp og hvað hatti hún að dreigja. Það er sem að Ríkisendurskoðun fann. Herðu, Unnur og Steinunn, takk fyrir að koma hingað og ræða þessi mál. Við ætlum að halda áfram að ræða heilbrigðismálið í framhaldinu en nú ætlum við að vinda okkar kvæði í kross. Ég ætla að hringja til Sómalíu.